Tónlistar- og menningarhúsið Harpa í Reykjavík 9 ára þessa mundir. Þetta mikið völundarhús og einkennin eru sterk. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu. Lítur þjóðin þannig á að þetta sé sem sagt sameign, að Harpa sé þjóðarhús? Það ætla ég rétt að vona. Þess að Harpa sannarlega eign þjóðarinnar. Það að segja að við bara horfum á það svona formlega, að þá Harpa í eigu ríkisins, meirihlutaeigandi 56% og Reykjavíkurborgar sem 46%. En svo þar fyrir utan að þá sækir þjóðin Hörpu heim og við gerðum nú könnun, eða létum gera fyrir okkur könnun fyrir það bil 2 árum síðan, tæplega það, þar sem við svona spurðum, hefur komið í Hörpu, hve oft og hvert erindið og hvert viðhorfið. Og niðurstöðurnar voru hreint ótrúlegar vegna þess að það var reyndar þannig að meira en 90% allra sem búa á höfuðborgarsvæðinu höfðu komið í Hörpu 12 mánuðunum fyrr, en það var 80% allra landsmanna rúmlega sem höfðu komið í Hörpu. Og þá erum við að tala bara alla landsbyggðina, og þegar við horfum líka til viðhorfsins að þá það mjög jákvætt. Það var einhver 76% sem voru mjög jákvæð eða frekar jákvæð og einungis ég held að verið 2% sem voru neikvæð í garð hússins. Þannig við sjáum á þessari könnun að Harpa sannarlega hús allra landsmanna, og svo þetta mjög ánægilegt bæði, þetta kemur fólk hingað þegar það á leið í bæinn, og svo erum við í frábæru samstarfi við Hof á Akureyri, það sem svona eins konar menningarbrú á milli þessara systra, og það eru ýmsir viðburðir sem til dæmis Harpa kemur með hingað heim. Ég nefni nú bara ballettinn frá St. Pétursborg sem dæmi sem fer svo norður og fleira og fleira. Þannig að þar mjög skýr og góð brú, og svo þetta alls konar bein útsending úr Hörpu frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar á hverju fimmtudagskvöldi og síðan beina sjónvarpsútsendingar líka. Þannig að við og okkar samstarfsaðilar gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að Harpa sé í raun og sann hús þjóðarinnar. Harpa var dýr, byggingin var dýr. Hún var líka umdeild. Svona bara fyrir, út frá svona sjálfstæði þjóðarinnar, hversu mikilvægt að eiga slíkt hús? Það náttúrulega feikilega mikilvægt í öllum skilningi. Það þekki allir þessa sögu sem að liggur að baki Hörpu. Menn fóru af stað með ákveðin plön, þau gengu ekki eftir og það var hugurökk ákvörðun á sínum tíma, 2009, þegar borgarstjórinn í Reykjavík og sem var þá Hanna Birna Kristjánsdóttir og þáverandi menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir stóðu saman að því að skrifa undir þá ákvörðun að halda áfram með byggingu Hörpu, ljúka þessu og hefja hér starfsemi, og það var mikið gæfuskref. Þannig að já, það má alveg segja, sko, byggingin einstök, hún táknmynd, hún íkon, ekki bara fyrir Reykjavík heldur fyrir íslenska menningu, og auðvitað bara alþjóðlega, hvort sem þú horfa á mælikvarða arkitektúrs eða tónleikahalds og tónlistar, að þá hún svona orðið alþjóðlega þekkt. Þannig að hún hefur skilað feikilega miklu, og það afstætt þú talar kostnað, vegna þess að ef við horfum bara á viðburðahaldi hér í húsinu, sem orðið feikilega mikið og fjölbreytt, ef við tölum bara verðmæta sköpunina sem verður hér til á hverjum einasta degi, hvort sem það menningarleg eða efnahagsleg eða samfélagsleg, að þá hún feikilega ríkuleg. Og bara alþjóðleg ráðstefna, tökum bara eitt mjög konkrétt dæmi, sæmilega stór alþjóðleg ráðstefna, hún að skila minnstum tekjum hingað inn í húsið, en gjaldeyristekjurnar sem verða til þær hlaupa á 100 milljóna, og það ekki ofmat. Þannig að ég vil nú meina að á þessum tæpu 9 árum, að því að við opnuðum hér húsið í maí 2009, að þá hafi Harpa skilað í öllum skilningi tilbaka til eigenda sinna, því sem var varið til að byggja húsið. En Harpa líka heimili? Harpa sannarlega heimili. Það má svo segja svo margt Hörpu, sko, hún ekki bara hús, hún draumur, má segja, hún draumur sem rættist, og það voru margir sem að það hafði margar dreymt Hörpu, eða allavega hús fyrir tónlistina, svo áratugum skiptir, þannig hún svona draumur sem rættist, og hún sannarlega heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Íslensku óperunnar, Stórsveitar Reykjavíkur. Það svona þessir 3 heimilisfastir hér og svona kjarninn í þessu fjölbreytta viðburðahaldi. Og svo þetta viljum við og ég vona að það hafi tekist að fólk sem kemur, gestirnir og eigendur Hörpu
sem koma hingað inn að þeir finni það að þeir eru komnir svolítið heim, þeir eiga húsið. En skiptir það miklu máli svona í þínum huga að þessar menningarstofnanir eigi hér heima? Feikilega miklu máli. Feikilega miklu máli. Ég ein þeirra fjölmörgu, ég held bara allir Íslendingar meira og minna séu mjög stoltir af sinfóníuhljómsveitinni sinni og það bara fyrir hverja þjóð að eiga svona hljómsveit eins og sinfóníuhljómsveitina er bara svo dýrmætt. Nú sama má segja með íslensku óperuna, þetta eru auðvitað ólíka stofnanir en báðar mikilvægar hvor á sinn hátt. Svo náttúrulega stórsveitin kannski ekki alveg menningarstofnun en setur mikinn og skemmtilegan lit í húsið og djassinn og stórsveitar músíkin eitthvað sem við viljum sannarlega reyna að tryggja að sé hér í húsinu. En þegar þú svona lappar húsið og gefur það á tal við gesti, ert að hitta saumaklúbba frá Hvammstanga og Rótarýklúbb frá Egilsstöðum og svona? Já, svo sannarlega. Man ekki nákvæmlega eftir þessum gestum, en það er ótrúlega mikil fjölbreytni í húsinu. Bara núna í dag, í þessum töluðum orðum, þá er fólk að fara að undirbúa sig undir að spila bridge hér í nokkra daga, niður í Flóa og við erum með fundi, við erum með markaði, auðvitað tónleika af öllum stærðum og gerðum, mjög fjölbreytt barnastarf og fjölskyldu dagskrá sem núna, við settum af stað síðasta haust og allar helgar í allan vetur og algjörlega slá í gegn og þar vísindasmiðja, Háskóla Íslands og alls konar flotti samstarfsaðilar sem að koma inn og með okkur í að gera Hörpu einmitt mjög svona aðgengilega og aðlaðandi fyrir fjölskyldur og börn. En í ljósi þess að eignarhaldið þá hjá ríkinu og hjá borginni, samspilið við einkareksturinn í borginni þá? Já. Þetta samkeppnismarkaður á vissan hátt. Já, alveg hárrétt og við passum mjög vel upp á það og það má segja að samkeppnisreksturinn fyrst og fremst á vettvangi ráðstefnuhaldsins og það var nú látið á það reyna á sínum tíma, mjög snemma í rekstrarsögu Hörpu, eða starfsemi Hörpu, það var látið á það reyna hvort að þetta stæðist hreinlega, reglur á Evrópska efnahagssvæðinu og niðurstaðan var svo að það gerði það en við þurfum að halda sérstaklega utan það sem samkeppnisrekstur í húsinu og við gerum það í bókhaldi og erum svo með sérstakt félag utan svona þessa eigin viðburði sem að húsið stendur fyrir sem nú reyndar ekki margir af því að húsið hefur ekki haft eins og kannski alþjóð veit mjög mikla fjárhagslega burði frá því að það var opnað en vonandi stendur það nú til bóta. En hvernig farið að því að markaðssetja húsið þá á erlendum vettvangi þegar þið eru að ná til ykkar alls konar ráðstefnum? Ísland dýrt. Já, Ísland dýrt og það alveg rétt og við erum í mjög harðri samkeppni við önnur hús, Reykjavík við aðrar borgir og Ísland við önnur lönd, hvort sem við að ræða almenna ferðaþjónustu eða ég tala ekki þessa tegund ferðaþjónustu sem svokallaður maísmarkaður sem eru svona funda, ráðstefnur, hvataferðir, þessi markaður. Þar erum við að keppa við hús sem eru ódýrari og áfangastaðir sem eru ódýrari. Harpa ekki að gera þetta ein, við erum í mjög góðu og öflugu samstarfi í gegnum ráðstefnuborgina Reykjavík og síðan þetta fjöldinn allur af fyrirtækjum, ráðstefnuhöldurum og skipuleggjendum, viðburðafyrirtækjum sem að ná í viðskipti og koma með þau hingað í Hörpu. Þannig að Harpa sjálf ekki að halda allar þær ráðstefnur og raunar fæst af því, nánast ekki neitt, af því sem haldið hér í húsinu. Þannig að þetta mjög góð gott samstarf og svona heildstæð mynd sem verður í því að menn standa saman að ná í viðskiptin hingað heim. Og Harpa hefur auðvitað bara opnað fyrir tækifæri sem annars voru ekki til. Það hægt að fá hingað viðburði og búa til viðburði. Ég nefni bara Arctic Circle sem dæmi, sem stórkostlegu viðburður. Herra Ólafur Ragnar Grímsson auðvitað frumkvöðullinn að honum og hann hefur sagt það, ekki bara við mig heldur bara opinberlega, ef ekki hefði verið fyrir Hörpu þá væri ekkert Arctic Circle í núverandi mynd. Nú annar viðburður sem að við erum mjög stolt af að hafa hér í húsi kvenleiðtoga viðburðurinn í nóvember sem að Hanna Birna Kristjánsdóttir meðal annars stendur fyrir
og núna bara í desember á þessu ári að þá verður haldin hér verðlauna afhending Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna og það það sama. Sá viðburður hefði ekki komið til Íslands nema fyrir Hörpu. En hversu harður bransi þetta? Þetta grjótharður bransi, mikil samkeppni. Þannig að það þarf auðvitað sko áfangastaðurinn og húsið þarf upp á eitthvað algjörlega sérstakt að bjóða og það auðvitað það sem við höfum. Við höfum þetta dásamlega hús sem að svo fallegt og það svo einstakt og ég þreytist aldrei á því þegar að koma hingað erlendir gestir, hvort sem það almennir ráðstefnugestir eða þess vegna opinbera heimsóknir og allt þar á milli, hvað fólk sko, það bara svo himinfallið yfir þessari fegurð og yfir eins og svona degi eins og þessum, hvernig einhvern veginn veðrið og sólin nánast innandyra. Þannig að húsið okkar tromp á hendi til viðbótar auðvitað við allt það sem að áfangastaðurinn hefur upp á að bjóða, sem einstakt. En staðsetningin, þetta kannski svolítið svona hafnsækin starfsemi, getum við sagt hérna, hafið togar? Já, hafið náttúrulega yndislegt og það frábært og mikil gæfa að þessi staðsetning skyldi vera valin og sínum tíma var hugsunin líka svo að Harpa myndi verða til þess að efla miðborgina og búa til svona nýtt akkeri hér í miðborg Reykjavíkur og hún hefur sannarlega gert það. Ég hef nú sjómannsdóttir sko, þannig ég hef svona persónulega mjög gaman að því að horfa hér út gluggann. Ég stundum eins og einhver hafnarlóðs finnst mér að ég fylgist hér með skipaumferðinni því þetta auðvitað svo lifandi höfn, hvort sem það eru varðskip eða hvalaskoðunarskip eða litla skútur og allt þar á milli sem fer hér fram hjá gluggunum. En hvað hefur þetta þýtt fyrir listafólkið sjálft sem að hérna? Sko, og íslenska list? Það hefur þýtt gríðarlega margt. Enn og aftur, ég meina Harpa að búa til tækifæri sem áður voru ekki til. Við getum verið að ef við tökum bara alþjóðlega listamenn, við erum að bjóða upp á heimsklassa aðstæður hljómburð sem dæmi, sem að stenst og gott betur það sem í bestu húsum í Evrópu og Bandaríkjunum. Og þrátt fyrir svona þessa fjárhagslega erfiðleika og áfall sem varð í byggingasögu hússins, að þá voru menn blessunarlega svo metnaðarfullir og voru með augun á boltanum að það var engin afsláttur gefinn af þessu og við þetta búum við í dag og njótum þess. Þannig að hingað að koma listamenn sem annars hefðu væntanlega ekki komið og ég held að íslenski tónlistarmenn og allur sá geiri geti nú vart ímyndað sér lífið án Hörpu. Það er svona erfitt að hugsa það tilbaka. Auðvitað heyrum við það og við vitum alveg að það áskorun í því að Harpa dýr. Það ekkert ódýrt að koma hérna inn. Það dýrt að reka þetta gríðarstóra og mikla hús. Menn þekkja nú þessa löng og leiðinlegu sögu af baráttunni fasteignagjöldin. Vonandi fer því nú að linna. Þannig að við auðvitað viljum, við sem erum hér húsmæður og húskarlar í Hörpu, við viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að reyna að tryggja það að hér sé sem fjölbreyttust tónlist. Hversu mikilvægt þá að það sé mikil fjölbreytni þegar þú ert að leggja upp árið, tekurðu tillit til þess? Já, það skiptir öllu máli, sko. Það má segja að Harpa hún fyrst og fremst vettvangur. Það að segja, hér þessi frábæra aðstaða, allir þessir salir og mismunandi rými sem að sjálfstæðir tónleikahaldarar, viðburðahaldarar af öllum tegundum, geta leigt sig inn í. Og þá það þessir aðilar sem að skipuleggja viðburðina og bera ábyrgð á þeim. Harpa í rauninni þá að leigja út rýmin. Það ákveðnir viðburðir sem við sjáum sjálf eða erum í samstarfi við aðra en það mjög mikill minnihluti. Við hins vegar erum tiltölulega nýbúin að vera að vinna mjög spennandi stefnumótun sem einmitt undirstrikar okkar hlutverk sem það að vera á heimsmælikvarða, það að stækka möguleikana og þar svona dagskrárstefna í rauninni fyrsta skipti orðuð. Og þá erum við að leggja áherslu á það að hér sé alltaf eitthvað í boði fyrir börn og fjölskyldur, það svona sú áherslan og líka Harpa geti nýst enn betur sem vettvangur fyrir fræðslu og tónlistar uppeldi og svo það grasrótin
að reyna að tryggja það að hér sé líka svona svolítil frumsköpun og sprengikraftur og kannski svolítið punk sko í bland við klassikina og svo það þessi alþjóðlega, þessi heimsmælikvarða hugsun að fá hingað nýta húsið, þennan frábæra vettvang fyrir það besta sem gerist í heiminum á vettvangi tónlistar. Í svona stóru húsi og flóknu húsi þá eru væntanlega til nokkrir svona undir heimar. Já, sannarlega sko, ég nú búin að vera í tími liðin og hratt, það að verða 3 ár, það verða 3 ár í vor og ég verð að segja það alveg með sanni að ég rata ekkert alla þessa ranghala sko og ef menn fara hér niður í svona í iðrin að þá nú betra að hafa með sér talstöð og höfuðljós sko í því tilfelli að maður myndi einhvern veginn fara inn í einhvern ranghalan en það er rétt, þetta gríðarlega stórt hús og það þarf ofboðslega tæknirými bara til þess að keyra húsið, passa upp á loftræstinguna og keyra öll þessi flóknu kerfi til dæmis í Eldborg. Þannig að þetta svona ævintýraheimur. En hvað með skólakrakka, mér skilst að þeir geti fengið slíkar skoðunarferðir, fengið að sjá undir sviðið og svo framvegis? Já, gaman að skuli nefna það. Það einmitt partur af þessari nýju fjölskyldudagskrá. Þá höfum við verið með reglulega, reyndar ekki þessar skoðunarferðir hverja helgi, en reglulega skoðunarferðir þar sem eru svona þessir huldu staðir í Hörpu, þar sem börn fá að koma og þau fá að fara upp á tækniloftið og kíkja niður þar sem þau horfa bara mjög langt niður á sviðið í Eldborg eða tipla yfir sölunum og fara á bakvið og alls konar. Þannig að það komast færri að en vilja, þannig ég held við reynum nú kannski að fjölga þessum ferðum frekar en hitt. En hvað með svona stórt hús, umhverfisstefna húsins? Já, það skiptir mjög miklu máli að vera með skýra umhverfisstefnu og umhverfisvitund. Hér, eins og ég nefndi, það eru kannski 1300–1400 viðburðir á ári sem eru haldnir hérna og þeir eru á meðal kannski mjög stóri viðburðir. Við erum með fólk 1000 manns í mat dag eftir dag kannski og við með okkar samstarfsaðilum hér í húsinu, það sem sagt sérstakt félag sem sér alla veisluþjónustu sem heitir KH. Við erum að svona herða enn frekar skrúfurnar og skerpa fókusinn á umhverfismálin og ætlum okkur að stíga mjög afgerandi skref í því. Það bæði auðvitað sko lífsspursmál að taka þátt í því, það siðferðileg skylda og svo það auðvitað bara samkeppnismál. Vegna þess að við finnum það alveg að það sífellt oftar sem til dæmis ráðstefnuhaldarar, þeir sem vilja skipuleggja viðburði, þeir segja jæja og hvernig nú umhverfismáli hjá okkur? Eru þið ekki örugglega að passa upp á endurvinnsluna og hvernig orkunotkunni háttað og þar fram eftir göttunum? Þannig að það eru spennandi tímar framöndan í því að gera enn betur. Þannig að kröfurnar eða krafan að þessi mál séu í öndvegi og tekið föstum tökum, þær eru alltaf aukast? Alveg klárt mál. Það bara, ég segi ekki þessi dagamunur, en við finnum það mjög greinilega. Auðvitað hefur Ísland að einhverju leyti forskot í því með því að vera með þessa hreinu orku og við getum sagt hér húsið hitað og með hreinni orku og hreina vatnið og allt þetta, en það auðvitað bara, það ekki lengur fjarvistarsönnun sko. Þú veist, við þurfum öll að gera miklu betur og við höfum mikil metnað til þess hér í Hörpu. Og ekki þarftu mikla lýsingu á stundum með alla þessa glugga? Nei, en svona á myrkustu dögunum hér að það þarf nú að kveikja á nokkrum perum skal ég segja þér og þær eru margar perurnar í þessu húsi. En hvað með úrganginn? Já, við flokkum hann, getum algjörlega gert betur í því, þannig að við erum að flokka hann eins og við getum í bili, en eins og ég segi, það eru mjög skýr markmið að bæta okkur þar. Aftur í dagbókina þína, hversu langt ertu nú komin í því að svona bóka fram í tíman? Já, sko, við erum alveg komin 2025 með viðburði sem að eru staðfestir. Ég meina, svona alþjóðlegi viðburði, stórar ráðstefnur að vinna 3 ár mjög auðveldlega fram í tíman, jafnvel lengra. Þannig að spönnin gríðarleg í því. Langmest kannski bókað með svona 9 mánaða fyrirvara, eitthvað slíkt sko, og þá maður að tala svona innlendu viðburðina og svo allt niður í
kannski viku, 2 og þá það yfirleitt alltaf bara lítil fundarherbergi eða slíkt sko. Og húsið núna, við vorum með metár í fyrra í ráðstefnuhaldi í Hörpu. Mesta veltan og flestu alþjóðlegu ráðstefnurnar alveg frá því húsið opnaði og það var mjög ánægjulegt. Þetta ár verður væntanlega stærra. Við verðum með gríðarlega stóran viðburð hér í apríl sem svona alþjóðlegt jarðvarmaþing og húsið bara orðið mjög mikið bókað þannig að það erfitt að finna orðið góðar dagsetningar, góða daga í sölunum allavega. En hvernig það með forstjóran þegar eru svona margir viðburðir, þarftu að líta í svona dagbókina þegar þú mætir til vinnu, hvað nú í Hörpu í dag? Já, ég geri það nú og við förum nú alltaf öll saman hér, Hörpufólkið, vikulega yfir svona farin vegur og framtíðin köllum við það. Það tekið bara staðan, þetta á dagskrá og skoða hvað í öllum sölum og tímasetningar og hver ber ábyrgð á hverju, vegna þetta náttúrulega, hér frábær skipulagsstjóri í húsinu, Elva Dögg Melsteð, þetta svolítið eins og flugumferðarstjórn sko. Og það oft mikil traffík og það þarf að passa að menn rekist ekki á og það sé ekki hljóðmengun hér og einhver sé að trufla þetta og svona. Þannig að það dálítið list og svolítið kunst að láta það allt saman ganga upp. Harpa 9 ára, ef þú gerir upp þá þessi ár svona í menningarlegu tilliti þá heyrist mér svona á þér að Harpa hafi orðið til góðs fyrir menningarlífið í landinu. Já, það urðu vatnaskil með tilkomu Hörpu á svo margvíslegan hátt. Bæði hvað varðar fjölbreytnina og möguleikana sem áður voru ekki til staðar. Harpa hefur stuðlað því að gæði hafa aukist og bara ný sköpun hefur orðið til. Ég mjög meðvituð það að Harpa má aldrei verða svo frek til fjörsins, ef við getum orðað þannig, að hún einhvern veginn drepi lágróðurinn eða það sem að gerast þessa litlu tónleikastaði eða annars slíkt, það ekki, ef það að gerast þá erum við ekki að sinna okkar hlutverki rétt og ég tel nú að það hef ekki gerst og það sem betur fer svona gott átak í gangi til að einmitt að reyna að ýta undir líka litlu tónleikastaðina, það þarf svo dýrmætt að það sé með en fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands ef þú myndir spyrja til dæmis það góða fólk að því hvaða máli Harpa hefur skipt, þá held ég að þau myndu segja þér það að hún hefur verið svona stökkbretti fyrir þau til að komast algjörlega á nýjan stað hvað varðar gæði hljómsveitarinnar. Svo ég taki nú bara eitt dæmi. Og svo þetta hafa menn og hafa sýnt í verki ótrúlega hugmyndaauðgi og metnað í að setja hér á svið alls konar sjó og tónleika og tilraunastarfsemi sem að bara gleður mann á hverjum einasta degi. Þannig að Harpa hefur verið umbreytingarafl í íslenskri menningu. En hvernig svona eldist húsið sýnist þér og arkitekturinn, þetta orðið klassík? Klassík, sko, Harpa einstök og á einhverjum tímapunkti kannski verður hún klassík. Hún kannski komin á þann stað en húsið eldist vel. Það voru nú ýmsir sem að höfðu ekki trú á því í byrjun og alls konar hrakspár gluggana og allt það, þeir myndu nú fara strax að leka, það hefur nú ekki gengið eftir. En auðvitað finnum við fyrir því að það eru kannski 2 milljónir sem að koma hér í hús, gestakomur á ári og húsið lætur á sjá þegar við erum að tala svona mikla starfsemi og svona opið hús. Þess að við erum galopið hús og það svolítið viðfangsefni að passa það að húsið sjúskist ekki og til þess þarf líka að tryggja fjármuni svo að við getum haldið við þessu listaverki. Þess að húsið listaverk sem að þjóðin á saman. Hefurðu komið allstaðar í öll skúmaskot Hörpu? Nei, ég hef ekki gert það en ég svona alltaf öðru hvoru reyni að fara á nýja staði. Hér svona einsmanns örnefnanefnd sem sviðsstjórinn Eyþór Árnason og það búið að nefna, ég segi nú ekki öll skúmaskot í húsinu en það ótrúlega skemmtilegar nafngiftir sem ekki opinberar sem að eiga hér við alls konar rými. Þannig ég reyni nú að uppgöta alltaf ný og ný rými eftir því sem tíminn líður. Ég veit ekki hvað ég þyrfti að vera hérna lengi til að komast í öll skúmaskot. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, þakka þér fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.